Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín á svolítið óvanalegum stað. Já, við erum borð í Baldvini Njálssyni, nýjum frystitogara, glæsiskipi í eigu Nesfisks. Og við ætlum að skoða skipið og ræða við skipstjóran og fleiri skipverja. Hilmar Bragi fór og tók á móti skipinu. Já, nánast í sinni heimahöfn ef við getum sagt svo, í garðinum. Og við sjáum fyrstu myndirnar þaðan. En svo fórum við með skipinu líka siglingu til Hafnarfjarðar. Komið með okkur og skoðið með okkur Baldvin Njálsson, DK 400. Það ekki amalegt að vera hérna í brúnni á nýjum Baldvini Njálssyni. Glæsilegu skipi, Arnar Óskarsson skipstjóri, til hamingju með daginn. Takk að kærlega fyrir. Þetta stór stund, eða ekki? Jó, þetta mikið forréttindi. Þetta draumur hvers sjómanns og alls ekki allir sem fá upplifa það. Mitt fyrsta skipti, þetta búin að vera rúm 30 ára sjó. Þetta gríðarlega merkilegt og mikið stolt, mikið forréttindi að vera treystur þessu. Þú varst með gamla Baldvin sem var togari, eldri togari. Þetta svolítið mikið stökk. Já, þetta mikið stökk. Ég var búin að vera þar í 16 ára tæp og það bara ekki þetta líka því saman sko. Það bara himinn og haf þar á milli. Það bara eins og að fara Fiat Punto yfir á Dietron eða eitthvað svoleiðis sko. Ég veit það ekki. Þetta bara ekkert líkt. Hvernig gekk heimferðin frá Spáni? Hún gekk bara mjög vel. Við lentum nú bara í skítaveðri leiðum við að koma út frá Vík og vorum í stormi 2,5 sólarhring og við gátum keyrt skipinu 11-12 mílur og það var allar hreyfðist neitt úr stað hérna og pappakassar hérna upp á bekkjum og annað og það var ótrúlegt sko. Fóru langt út í haf sko til að forðast illviðri sem var í bæði Norðursjó og vestan við Írland, þannig að við byrjuðum nú ekki rétta stefnu. Við fórum norðvestu til að byrja með í rúma sólarhring. Og svo fengum við bara að vera komin norður á Írlandi og bara komin í fínt veður og sluppum heim á 5 sólarhringum, tæpa 1400 mílur. Það var bara mjög ánægilegt. Gekk allt vel og varst þú ekki í dágóðan tíma út á Spáni þar sem var að vera smíða skipið? Jú, ég fór út á sjómannadaginn, flög út á sjómannadaginn 7. júní og ég var búinn að vera þar fyrir utan 1 3 vikna frí og 1 viku frí. Þannig að ég er búinn að vera með þessu og búinn að reyna að vera að vinna í þessu ferli í 3 ár og allir undirbúningsvinnu og þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Ég hef ekki viljað missa að vera að taka þátt í þessu. Þegar ég kem út þá brúin hérna bara rétt verið að byrja einangrana og við raðaði hérna niður öll tækjum og það var rosalega ánægjulegt að vinna með Spánverjunum. Það var mikið virðing borin fyrir okkur og allt gert til að hafa okkur glaða og við vorum nú hérna ekki bara ég, þannig að Willum hérna sem yfir smíðinni búin að vera þarna í allan tíman, 15 mánuði og vélstjórarnir búin að vera svipaðan tíma og ég. Þannig að við vorum hann í teymisvinnu bara og fengum að vera með í öllu. Við ættum að þekkja skipið ágætlega. Og hvað, skipið hannað hérna heima það ekki, eða teiknað? Jú, það hannað Sævari Birgissyni og skipa sín og við hefum verið með í þeirri samvinnu alveg frá upphafi og fengið að setja svona fingra fyrir okkur á þetta og það hefur verið mjög ánægjulegt samstarf. Lögðuð upp með eitthvað svona ákveðina hugmyndir eða hvað getur sagt, sér óskir? Já, þetta byrjaði bara raun og veru sem miklu minna skip sko. Þetta byrjaði raun og veru sem bara raun og veru stór bara Páll og Breki og lengdur og okkur fannst það ekki vera framför frá því sem við vorum í, þannig að það var skipið stækkaði og fór í 15 metra og svo síðar í 16 og við vorum nú búin að koma svo sem öllum sem búnaði fyrir í 14 metra breitt skip en þetta orðið risaskip. Þetta þróaðist á leiðinni og eigendurnir vildu hafa hérna sjálfvirkni mikla og vöru hótel og geta landað á brettum og þetta byrjaði allt öðruvísi og þetta endaði bara sem hátækni skip held ég. Geturðu sagt okkur í fáum orðum svona hversu mikið hátækniskipið er? Það verið að tala maður heyrir umræðum að það sé eitt tæknivæddasta skip á Íslandi. Já, þetta svona sambarilegt skip og Sólbergi að mörgu leyti, fyrir þetta hafi nú ekki með bræðslu eins og þeir, en þetta svo sem sami búnaður, þetta í öðrum skipum, en við erum annað skip á Íslandi með þennan búnað. Þannig að jú, þetta bara parið við það besta. Það bara svoleiðis. Hvað með vinnsluna borð? Já, hún náttúrulega kannski mesta framförin í raun og veru. Menn þurfa ekki að lyfta neinu lengur og menn nýta bara frá sér pönnum og þau fara sjálfvirkt í frost og allt fyrir sjálfvirkt á bretti og það bara lyftarar sem vinna og lestavinnuna. Þetta bara búið að vera mjög erfið vinna hjá mannskapnum á þessu að lyfta og
og raun og veru stenst ekki tímastöðun hvernig vinnubrögðin eru í raun og veru á íslenskum frystiskipum. Það bara löngu kominn tíma að stíga þetta skref og þetta kostar þetta mikið en þetta eru líka skip sem eru að framleiða mikil verðmæti. Ragnar, hvað geturðu sagt okkur vélamálin í nýjum Baldvin? Já, þetta við erum hérna með Wärtsilä, 3480 kW og gír þar fyrir aftan sem hérna mikil niðurgírun því að við erum með mjög stóra skrúfu. Við erum með skrúfu sem 5 metrar í þvermál, þannig að hún snýst mjög hægt og þetta á að gera það verkum að við höfum að geta verið mjög hagkvæmir á mikinn tókraft með lítilli olíueyðslu. Þannig að það á að koma bara, þetta svona konsept sem að skipasýn hefur verið að þróa og við erum með bjartsýni að þetta bara fúnkeri vel. Hvernig er tilfinningin hafandi verið að þú ert búin að vera úti að núna síðustu mánuði og hvernig var þetta á leiðinni heim? Bara æðislegt, fengum bara skítabrælu og skipið reyndist bara frábærlega og sullaðist áfram beint á móti og hélt sínum bara alltaf sinni ferð og fóru vel með okkur. Hvað geturðu svona sagt mér er þetta ofboðsleg bylting í vélamálum í skipinu? Já. Fyrir vélstjórann? Já, það er margar áskoranir, sérstaklega í búnaðinum kannski fram á dekki og líka vissuleyti með rafmagnsbúnaði sem er hérna en sjálfvirknibúnaðurinn fram á dekki, hann verður áskorun fyrir okkur, skemmtileg. Er þetta mjög mikil breyting frá því sem það var? Já, við verðum að hoppa ansi langt fram. Það er gaman að segja, þetta er eiginlega sama vélin og við vorum með, Wärtsilä 32 6-cylindra vél en þessi bara það er ausið inn á hennu meiri olíu heldur en í gamla bátnum. Þannig að það er svolítið svona sem basicin sem hefur ekki breyst mikið en búnaðurinn í kringum þetta hefur breyst. Er þetta auðveldara fyrir því? Sumt er auðveldara, hann hefur erfiðara. Ég er með góða menn með mér. Þannig að það er náttúrulega, ég spurði skipstjórn að því hvort að þið þyrftu allir að fara á tölvunámskeið. Ertu kannski búin að vera þannig lagað á námskeið í síðustu mánuði þegar það hefur verið að klára skipið? Já, vissulega. En maður áttur að læra helling. Það er að uppfæra gamlan mann. En er ekki gaman að taka þátt í þessu? Algjörlega æðislegt, algjörlega geggjað. Þetta er bara frábært að taka þátt í þessu. Hvað getur þú sagt fyrir okkur leikmennina? Hvernig fer þetta fram hérna borð? Þið eruð að taka, hvernig þegar fiskurinn kemur á borð, hvaða leið fer hann? Já, hann fer hérna inn á dekk og niður í móttöku þar sem hann er hausaður og þrifinn og settur í kör til kælingar og svo fer hann bara í flökun og snirtingu og pökkun og eftir það kemur alltaf mannsandi minna og minna við þetta en þetta breytir ekki því að þetta verður áfram erfið vinna og mikil handavinna og mikil akkursvinna. Þetta byggist á góðu mannskap sem við erum heppin með. Þetta byggist bara á því að vera með samheldinn mannskap og það er ekki breyting á því. En við vonumst þess að geta afkasta meira og menn slitni jafnvel minna. Menn geta hvílt sig betur hérna og aðstæða miklu betri. Það er vítt við erum með raun og veru borsar og 2 setustofur. Við vorum allir eins og í Sardínudós og gamla bátnum, 26 kallar. Það geta meira þess að 4 kallar komið hér bara upp sko. Þú nennir því nú kannski ekki að spjalla við fílubúkan hérna alla daga en þetta er allt annað. Þetta er allt annað. Þannig að kallarnir hljóta vera ánægðir? Já, það er mikil eftirvænting í mannskapnum og hlakka mikið til að geta hitt hérna skipsfélag okkar sem hafa ekki fengið að sjá skipið. Nú er það næsta stig að fara að græja skipið til veiða og fara að þjálfa upp mannskapinn. Er það ekki eins og að senda skipverjana bara á tölvunámskeið? Alltaf því? Jú, en á móti kemur þá þetta reyndir kallar og ég hef trú að þeir verði fljótir að aðlagast þessu. Það er mikið tæknibúnaður og mennur eru misgóðir í því. Við erum svolítið að velja okkur menn í það og velja, menn sem eru opnir fyrir því. En við fáum góða þjálfun, við fáum 14 daga með þessum mönnum sem ber ábyrgð á mestu tækninni hérna til að kenna okkur og vera með okkur fyrst. Þannig að ég er bjartsýnn að þetta gangi vel.
hönnuðurinn talaði að þetta væri ekki stór vél en stór skrúfa. Hvernig lýsir því fyrir okkur? Já, þetta svona margt öðruvísi heldur en í skipum. Við erum með 5 metra skrúfu, 3000 kW vél sem miklu minni vél heldur en raun og veru sambærilegu skipum. En tógprófanir fóru raun og veru upp á þakinu með væntingar. Við vorum að vonast til að fá 70 tonn tógkraft. Við fengum 76 tonn og spyrnuðu útslag upp í 80. Og við drógum 2 troll á grunnu vatni í veiðarfæraprófunum og við vorum að nota 50% aflinu. Það var reyndar í blíðu veðri. Þannig að þetta gír risastór og skrúfa snýst hægt. Hún snýst bara á 75-80 snúningum. Og ég vona að hávaðamengun frá skipinu verði lítill og ég hef trú að þetta verði atburða togskip. Við sögðum frá komu hátæknitogarans Baldvins Njálssonar til Íslands í síðustu viku en skipið í eigu Nes Fisks í Garði. Við fengum að fara með skipinu í stutta sjóferð frá Keflavíkurhöfn til Hafnarfjarðar og ræddum þar við skipverja. Skipið ekki aðeins fallegt heldur það einnig búið fullkomnustu tækjum. Hvað það að fara í langa túra? Bara reynt að fylla eða hvað það að fara langt og lengi? Nei, ég var nú ekki vonað að vera mikið breyting á því. Við vorum að róa svona innan almanaksmánaðarins og skipta. Og það sem kannski verður hérna öðruvísi að við verðum kannski fljótar að afgreiða skipið og skiptum áhöfn. Skipið verður bara keyrt, það kemur inn á morgni og eigum að geta landað öll á einum degi. Það verður risavaxna lestar hérna. Það nú út á mótin ef maður tækist að fylla þær einhvern tíma. Það taka næstu 1000 tonn af afurðum, þannig að það mikinn kvóta en það kannski kemur einn daginn. Já, ég ætlaði að spyrja því, hvað tekur skipið svona, ef við fyllum skipið, hvað verður það þá mikið? Það eru 900 tonn af afurðum ef við förum í flök. Það tekur 46.000 kassa á bretti. Þannig að lestarplássi gríðarlegt og við erum með lestar á 2 hæðum sem gerir okkur kleift að geta átt við liftara frekar í vondum veðrum. Við þurfum ekki að lifta þessu mjög hátt. Við erum með lág bretti 1 og 20 hæð, þannig að við erum með 2 hæðir í hvorri lest. Þannig að það mjög spennandi. Þannig að þú búin að vera svona lengi á gamla Baldvini. Þetta náttúrulega, eins og ég sagði, bara risastór stökk fyrir þig og áhöfnina. Já, það. Þetta rosalega forréttindi fyrir okkur og eftirvæntingin gríðarleg og já, þetta risastór stökk. Manni hlakkar rosalega til að fara að sjá fisk koma hérna inn og koma þess í gang. Nú búið að vera mjög gaman en nú reynir á okkur. Það krefjandi tími framöndan. Hávetur líka. Alvaran að byrja, það þarf að fara að vinna fyrir þessu. Hvað kostar þetta mikið? Þetta kostaði fullt af peningum. Þú voru að spyrja eigendurnar. En við vorum að reyna að standa við okkar og fá okkur inn á þetta. Viljum, hvernig getur þú lýst þessum vinnslusal fyrir okkur? Þetta mikil sjálfvirkni og afturparturinn á dekkinu kannski hefðbundinn. Það var hausað, kælikur, flaggað, svo fer það hérna upp á snyrtiborð, svo tekum við sjálfvirk flokkun á flökum. Og svo pökkun þar fyrir framann og fyrir framan það eiginlega sjálfvirk frysting, pönnuna fara sjálfarinn frysta og út úr frystum. Þannig að mannsöndin kemur hvergi nærri fyrir en þegar blokkinn eru settar í pappakassa. Og frá þeirri pökkun þá fer þetta annaðhvort inn á hótel sem róboti. Það er þetta geyma afurðir sem eru ekki að fara jafnum niður. En svona megin afurðin fer beint á bretti. Brettuð og niður í lest. Það sem lyftar af lest á 2 hæðum. Frost. -30. Þannig að var gengið út frá því við hönnun skipsins að vera með svona eins mikla sjálfvirkni og hægt er? Já, það var hugmyndi hjá Nesfismönnum allan tíman að vera með þeim sjálfvirkt og hægt væri. Það orðið svolítið málið í dag í þessu stærri skipum, nýjustu? Já, það eina leiðin upp á að hagkvæmni, afkostum á þess að vera að bæta mikið mannskap. Og þú ert búin að vera síðustu
árin 2 nærri að fylgjast með hvernig þetta gert? Ég var á Spáni í 15 mánuði yfir þessari smíði. Fór þangað eina ferð í júlí í fyrra, það kjölurinn var lagður og fór svo í ágúst með fjölskylduna. Og við vorum þar saman í ár í COVID-i. Það var eins gott ég tók fjölskylduna með. Það hefði ekki verið gott að vinna erlendis og vera að flækjast á milli. Hvernig gekk vinnan? Mjög vel. Þetta mjög flott stöð. Þetta sjáum við það, skipið komið heim eftir 15 mánuði. Þetta unnið með tíma? Já. Afhenda skipið á réttum tíma eftir samning. Var COVID ekkert að trufla þetta? Nei, þeir náðu að stýra hólfa skiptustöðinni og þannig að fólk sem vann í þessu verkefni það var í sér hólfi og þetta hólf slapp. Þetta svakalega skemmtilegt að vera komin á nýtt skip? Hafandi verið á þeim gamla? Já, þetta er ekki hægt að líka þessu saman, sko. Þetta eins og að vera bara í rauninni á 5 stjörnu togara. Það ekki hægt að segja neitt meira en það. Það bara allur aðbúnaður og allt sem að okkur kemur alveg sama hvar við lítum á það, það er bara allt til fyrirmyndar, sko. Algjörlega. Þannig að þið funduð verulega fyrir því núna að þeir voru að sigla heim frá Spáni. Hvernig skipið í sjó á miði við það gamla? Já, það var náttúrulega bara á köflum svolítið bara fáránlegt, sko. Vorum að sigla á 12-13 mílum í 20 metrum á móti. Og það var bara, eins og maður segir, kósí bara. En það hefði aldrei verið svolítið hinum megin, sko. Maður hefði þurft að liggja þar einhvers staðar bara og skorða sig. Og ekki gengið nema kannski 6-8 mílur. Þannig að mannskapurinn hlýtur að vera mjánaður? Já, mjög. Og bara, við erum svona eiginlega ekki búin að meðtaka þetta eiginlega ennþá heldur. Hvernig þetta, hreyfingarnar í skipinu, læra inn á hann og þetta er svo, líka þetta er svo hljóðlaust allt saman. Það er engin hávaði. Það er svona mesti munur. Við heyrum eiginlega mest þegar við erum að ganga skipið. Þá heyrum við mest í, lækka það aðeins í því, það er ekki söfrið fyrir þér. Men heyrðu þið ekkert í ykkur í gamla skipinu? Miklu meiri hávaði, bara umhverfis hávaði frá skipinu sjálfu á gamla, sko. Þar náttúrulega var allt glussadrifið, sko, öll spil og allt borð en hérna held ég 80-90% í rafmagni. Það heyrist ekkert í þessu, bara hljóðlaust. Jæja Helgi, þetta hlýtur að vera svolítið mikið viðbrigði að koma í svona aðstöðu, það ekki? Er mikill munur frá gamla Baldvin yfir í þennan? Þetta er svolítið öðruvísi, svolítið mikið. Þetta er ekki saman skipið. Þetta verður ekkert betra en þetta. Bara ekki inn í svona veitingastöðum, sko. Þannig að þetta er bara skemmtilegt. Og hvað sem sagt, bara topp aðstæða í rauninni? Já, þetta er topp aðstæða. Það er allt til alls hérna og verður bara gaman að vinna hérna. Hvernig er líf Britans borð í Baldvini? Hvað er þetta mikil vinna? Þetta er svona 15-16 klukkutímar á sólarhring. Byrja snemma og alveg fram á nótt? Já, þetta er frá 6-7 á morgnana til 9-10 á kvöldin. 30-32 daga. Svo ferðu heim í mánuð. Það þarf alltaf að elda hún í mannskapinu. Er þetta eitthvað öðruvísi út að sjóa? Þetta er náttúrulega það er svona einhver aðeins hugað ýmsu sem þú þarft ekki í landi. Ég er náttúrulega bara elda eftir veðri. En þú þarft að gera kannski 4 lítra sósu í 20 lítra potti. Það fer bara eftir hvernig veður er, sko. En svo elda maður bara svolítið eftir hvernig veðri er og maður er ekkert endilega mikið með fastan matseðil þannig, sko. Það getur breyst bara degi frá degi, sko. En hvernig er þá valið í kostinn? Bara svona eftir stuði. Það er alltaf steikur á sunnudögum og svona ýmsir fasti liðir, saltfiskur á laugardögum. En svo er þetta bara svona eftir minni hentisemi, hvað mann langar að gera. Eru þeir ánægðir kallandir? Já, með matinn hjá þér? Ég er allavega ennþá hérna. Er einhver uppbólsir eftir það? Skipstjóran og réttin kubbasteg. En nei, annars er það bara eitthvað gott kjöt og einhverju skemmtilegir fiskréttir, sko. Er hægt að vera að leika sér eitthvað út á sjó í matreiðslu eða ekki? Hérna er mest hægt að leika sér, sko. Hérna er ekkert fastur matseðill eða alltaf sama rútínan. Hérna leikur maður sér bara og getur
gert það sem að hugurinn girnist í raun og veru, sko. Kom allir í mat í einu, hvað, þetta er fullt af mönnum? Við erum 26 borð og það kemur í 2 holum, klukktíma fresti, 10 til 12 manns í einu. Þannig að þetta er ekkert íkja erfitt þannig, sko, en veðri getur oft leikið í grátt. Það er breytin að vaska upp líka? Já. Það þarf að vaska upp og þrífa og elda og halda þessu hreinu, ganga frá. En er ekki uppförskunni vel í nýja skipinu? Þessum? Nei. Það eru nokkrar, það eru 2. Já, þannig að þú kvartar ekki? Ég ætla ekki til kvarta. Ég er mjög ánægður með þetta. Það sem stendur fram úr þessu skipi er náttúrulega hönnunin kringum skrúu og aðalvél. Það skulle ná hérna á 3000 kílóvöttum einhverjum 75 tonnum kannski í tógkraft sem er náttúrulega bara ótrúlega árangur og ég tel að það sé eini árangur í dag til að í þessum mengunarkröfum það er að fá fleiri kíló í tógkraft út úr kílóvattin. Það er eina raunhæfa lausnin sem við höfum í dag í þessum mengunarkröfum. Út af þetta sem hefur að bjóða eiga allt sameiginlegt sem nýjum miðla sem að koma, annarkot eru orkulitlir eða rosalega erfitt að geyma á. Og tæknin er nýtt hérna til fullnustu? Já, hvar sem er í skipinu. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum hittum við 82 ára gamla útgerðarkonu úr Garðinum sem sigldi með nýju skipi frá Spáni til Íslands nú á dögunum. Við byrjum þáttinn með Þorbjörgu Bergsdóttur, Bobbu útgerðarkonu og Nesfjölskyldunni sem fagnaði komu hátæknitogarans Baldvins Njálssonar á dögunum. Við ræddum við Bobbu og byrjum á því að spurja hana út í upphafið. Ef þú fer bara með, það var strandlengjan var öll sem fiskverkun í öðru hverju húsi. Það voru allir í þessu. Já. Alls þar á Suðurnesju. Já. Þannig að... Var eitthvað sem ítt ykkur út í þetta? Var þetta Þetta er náttúrulega bara einhver þráhyggja. Baldvin vildi þetta og hafði áhuga fyrir þessu, hafði náttúrulega var alinn upp við þetta. Njáll var náttúrulega í þessu. Já. Og hann var náttúrulega bara vanur þessu. Það kemur úr hans fjölskyldu. Já. Og þegar hann Njáll hættir þá tekur Baldvin bara við, kaupir af honum og það var bara einhvern veginn eðlilegt. Já. Hvernig var að vera ungkona í Garðinum? Það var mjög gott að vera í Garðinum en ég verð að viðurkenna það og segi enn og aftur, ég var ekki hrifin af þessu að byrja svona, eða þessu rekstri. Nei. Það var ekki eitthvað sem ég ætlaði mér. Ég ætlaði bara að hafa það notalegt ævina. Ég ætlaði bara, ég vildi bara vinum bæði frá 9 til 5 helst og hefði bara gaman að lífinu. En það var víst ekkert svoleiðis í boði. Nei. Þannig að... En ég er ekkert óánægð með þetta, alls ekki. Nei, alls ekki. Þegar þú rifjar svona... Það myndi enginn trúa því ef ég ætlaði að fara að segja satt hvernig þetta var. Það bara er ekki hægt. Hvernig þá? Það myndi, ég hugsi ég lokuð inni. Því að þegar við vorum að byrja, þá var tekinn bátur og leigu. Og það var beitt í Hafnarfirði. Það var beitt í Hafnarfirði. Og það var landað í Grindavík. Og svo var aflanum keyrt náttúrulega út í Garð. Og þetta var bara sólarhringsvakt. Og það var stundum eins og Baldvin þyrfti aldrei að sofa. Nú svo náttúrulega bara byrja Bergþór að keyra, leið og hann fær próf. Og þá linast þegar minkar náttúrulega hjá Baldvin, en þetta var alls ekki hægt. Og það dreifði enginn, það myndi engum þetta í huga þessa vitleysu í dag. Það er bara enginn svona vitleysingur til. Jú, ég keyrði sjómennina og hafði mikið gaman að því, ég keyrði þá til Bors. Því það þurfti náttúrulega að smala þeim þegar helgarnar og ég gerði það og ég hafði gaman að því. Og ég satt alltaf í þegar var verið að fara í Hafnarfjörð að sækja bjóðinn og þegar var verið að keyra sjómennina, ég var alltaf með. Og ég hugsaði alltaf þegar ég kom tilbaka anskotin, ég ætla ekki að fara með næst. Svo kom upp á, 2 tímum seinna kannski, það var að fara eitthvað og þá til hljóp ég alveg reyndis og rólega sundur. Og eftir því að ég hafði gaman að þessu. Það er bara svoleiðis. Og hefur enn? Já, ég hef það eiginlega enn. En ég ætla núna, nú er þetta orðið svoleiðis, að nú er þetta,
Málfríður og Inger farin út. Ég ætla út og nú bara Bergþórs innstrikjarni og svo Bergur. Og þeir verða að hafa þetta fyrir sig og ég ætla bara að horfa á. Ég ætla að hafa skoðun á því en ég hlakka til að sjá, ég hlakka virkilega til þegar að fara svona í mars. Þá ætti að vera komin reynsla svolítið á skipið. Ég ætla ekki bara að loka augum og eyrum. Þegar að byrja hérna með fiskvinnslu og útgerð 1973, það bara, svo bara kvótakerfið að koma hérna stuttu eftir, eða ekki? Jú, auðvitað byrjuðum við smátt, og það var alltaf verið að kaupa eitthvað, nokkur kíló og svo ætlum ég að segja það fór líka taugarnar á mér. Svo vorum við alltaf skítblöng, búið að kaupa kvóta og mættum svo öllum kvóta eigundunum sem við vorum búin að vera að kaupa af. Það var ekki alltaf gaman og þeir þurfti ekki einu svona að vakna á mótnana eða gera nokkuð skapaðan hlut. Eftir smástund voru þeir konum með einhverja trillu og að næla sér í smá kvóta. Þetta bara, lífið svona. Við vorum líka í samkeppni við Samherja. Þeir voru svo sniðugir. Þeir voru ekkert að vesinast við að veiða þennan kvóta sem þeir voru að kaupa. Þeir leigðu hann bara, svo gátu þeir alltaf keypt nýtt skip og annað skip og við vorum alltaf að basla með þetta gamla. Þannig að mér fannst þetta ekki alltaf sanngjarnt, en mér fannst alltaf, sko, inn á milli fannst mér við vera dálítið sló og bara svona gömul og ekki alveg skilja þetta rétt. Því að við keyptum kvóta og hann var unninn í frystihúsinu. Það var minna út úr því að hafa heldur en að leigja hann. Og það var ekki sniðugt, en svona var þetta. Hvernig gekk að fá fólk í vinnu í fisk eftir 1970 þegar þið eru nýbyrjuð? Það gekk náttúrulega ekki neitt. Einu sinni var ég búin að fara 5 ferðir til Keflavíkur að sækja fólk hádegi og aldrei mætti neitt sem ég var að sækja. Svo loksins náði ég því nú að koma með eina sem svo var hringt, sko, æ, svaf yfir mig og ég fór og sótti og hún kemur og þetta var, ég minnir að klukkan hafi nú verið 9 eða eitthvað nálægt í. Klukkan 11 átti hún að fara til tannlæknis og ég náttúrulega bara dreif mig með hana til tannlæknis og hún heim aftur. Þetta búið að vera einn sirkus frá byrjun. Hvernig svona gekk að fá fólk í fiskunum? Nú, þú hefur sagt mér aðeins frá því að það hefur verið, svolítið alveg svo enn í dag, erfitt að fá fólk í fiskunum. Það var náttúrulega bara ekki hægt að fá fólk, því það var náttúrulega allstaðar voru vinnslur og allir voru með sitt fólk og það var náttúrulega bara ekki mikið fólk á lausu í raun. Nei, og það var náttúrulega prinsippmál að vera ekki að næla í fólki frá hinnum og þetta fólk, það endaði með þessu þarna 73 að við erum með stelpur sem koma hingað og þangað að og eru hjá okkur og það útbúið í bílskúrnum fyrir þær og þetta eitthvað besta skemmtilegasta tímabili sem ég man eftir. Það þegar þær eru þarna, en svo náttúrulega fóru þær allar í skóla haustið og þá sittum við með ekki neitt. Og þetta heldur bara áfram að vera svona mannahallæri þangað til að það fæst leyfi fyrir Pólverjana. En áður að þeir koma, var eins og hér á Suðurnesjum, það var mikil fiskvinnsla á þessum tíma og allar að vinna í sínum húsum með þeirra fólk. En svo náttúrulega var völlurinn komin. Mér var alltaf meininlega í flugvöllin og það bara í raun. Varstu í samkeppni við hann? Við vorum alltaf í samkeppni við flugvöllin. Vegna þess að svo þurftu þeir á þessu fólki að halda þegar frá vori og fram á haust, þá máttu við hafa það, en þá var engin fiskur. Og svo vorum við voða hamingju sem við gátum fengið þessar konur það voru aðalega konur sem voru þá frá hausti og svo var bara í mars, þá vildu þeir fara að fá sitt fólk aftur. Og það var náttúrulega, voru við allslaus. Þannig hefur þetta alltaf verið svolítið svona baráttan fólk? Alltaf verið barningur. Þetta hefur ekki alltaf verið dans og rósum hjá okkur? Nei, það er það ekki. Lentu í áföllum? Já. Við lendum í áföllum þegar skipið fer upp í Krýsuvík, eða ég veit ekki einu sinni hvað það heitir. Og þá mann Björg og svo missum við annað skip og 2 menn með því og það
auðvitað það erfiðasta. Já. Og þegar ég man eftir að það náttúrulega kom eldsvoði hjá okkur, það brann hjá okkur. Já, einhvern veginn gleymi ég honum, hann var nú sennilega, það voru bara dauðir hlutir sem fóru þar og ekkert var í húfi. Nei. En samt gerir erfiðar að... Já, auðvitað þurfti að byggja það upp. Já. Og ég hef nú alltaf sagt sko að þetta væri bara þannig að við værum stjórnlaus, það væri ykkur annar sem réði þessu. Fyrsta lagi vorum við komin þarna niður eftir sem mér langaði nú alls ekki til að fara. Og svo ert að tala um staðsendinguna á fyrirtækinu í dag, þið byrjuðu ofar í garðinu. Já. Og svo náttúrulega brennur og það var ekki til skófla til að róta í rústunum. Það var ekkert. Og bara, það er bara fyrir þráa og dugnaði auðvitað að þetta er byggt upp aftur og ég tók ekki mikið þátt í því. Ég var ábyggilega oft erfið í því tilfelli og skammast mín ekkert fyrir það. Til hamingju með nýja skipið, þetta er Takk fyrir það. Glæsilegt. Já, það er glæsilegt og þetta er eins með skipið, eins og með krakkana. Manni finnst alltaf síni krakkar skástir, mér finnst hann fallegastur. Það er bara svoleiðis. Já. Eru búin að vera að undirbúa þetta lengi? Já, það er á 3. ár sem hann er búin að vera í á leiðinni. Já. Og þú ákvaðst að fara út og taka móti skipinu og koma með því heim? Já, ég var ákveðin í því frá byrjun. Sko, í upphafi þá er náttúrulega Ingibjörgur með í því þegar verið er að undirbúa það alls saman. En allavega er þetta orðið veruleiki að skipið er komið og það er fallegt, mjög svo fallegt. Þú ákvaðst að fara út og taka móti skipinu og koma með því heim. Hvernig var það? Það var bara gaman. Já. Mjög gaman. Þetta lúxusfley? Já. Þetta er náttúrulega fallegasta skipið í flotanum. Glæsilegt skip. Já, hann er það. Og það gekk allt svo vel einhvern veginn, heyri ég. Það gekk allt vel frá fyrsta degi. Já. Það er náttúrulega frábær mannskapur eins og Willum. Hann er náttúrulega búinn að vera þarna alveg frá byrjun og hann talar þeirra mál líka, þannig að þetta var eins gott eins og það gat verið. Og þetta er búið að vera, það er ótrúlegt að það skuli standast allar dagsetningar og samt er COVID. Já. Það er alveg ótrúlegt. Já. Ég frétti að þið lenti í smá bræla á leiðinni heim. Hvernig var það? Ég veit ekki, strákarnir sem það væri bræla, ég þekki það náttúrulega ekkert. Varstu ekki var við hana? Nei, ég veit ekki hvað bræla er, en ég gat ekki staðið ölduna. Ég fékk nú alltaf almennt góða hjálp og ég fór nú með aðstoðarkonu. Hún var bæði sjómaður og hjúkrunarkona, þannig að hún var með mér og strákarnir frábærir, allir sem einn að hjálpa mér að komast í gegnum þetta, en ég hélt ekki, þið vitið, ég gat ekki gengið skipið. Nei. Og eina ferðina sem ég fór í koju, þá settist ég bara raskandi í stigann og reyndi mér svo niður. Ég gat ekki gengið stigann, hann kom á móti mér. Var það í vestu brælunni? Það hlýtur að hafa verið. Svo lentir þú í góðum sjó líka? Já. Svo var ég komin ágætlega, ég var alveg komin á fæturnar hérna eftir að hafa komið hérna upp með. Var ekki svolítið gaman að koma hérna í þína heimahöfn hérna í Keflavík? Þú labbaðir hérna 200 metra upp í íbúð? Já, en það var dálítið skrítin tilfinning samt þegar við vorum fyrir utan Nesvík. Það var mjög skrítin tilfinning af því mér fannst eiginlega, ég var þeim megin, en ég hafði eiginlega viljað vera með stelpunum í gluggunum á skrifstofunni Já. Ég var eiginlega ekki réttu megin og það var svolítið skrítin tilfinning. Já. Nú þarf að fara að veiða fyrir þessu Já. Ertu búin að samla fyrir þessu? Ég hef engar áhyggjur af þessu, ég er að fara. Það er annar að standa skil á þessu Ég hef búin að standa skil á mínu.
Já. Þannig að þetta hefur verið gaman fyrir því að fara með skipinu heim. Það var geysilega gaman. Það var náttúrulega hápunkturinn. Já. Hver finnst þér hafa verið mesta breytingin á þessum rúmlega hálfri öld sem þú ert búin að vera skiptara fiski? Hvað finnst þér hafa verið svona, eitthvað sem þú getur nefnt sem að þér finnst hafa verið mesta byltingin? Sko, mesta byltingin, hún eftir. Því að það verður enginn farið eftir því sem ég að segja. Það nefnilega vandamálið. Ég vil láta taka allt úr húsunum og skipuleggja allt upp á nýtt. Því þar hægt að hagræða. Já. Við erum stöðnuð í þessu, algjörlega. Langt á eftir okkar samtíð. En það væri hægt að tæknivæða mikið meira þetta niður frá heldur en gert. Það spurningin bara, og svo segi ég líka bara þegar ég í þeim haf, nú fyrir við bara að gera út á Baldvin og hann bara veiðir kvótann og við lokum bara húsið. Við getum gert geimt tjaldvagn eða bara hvað sem Og jafnvel gert hótel úr efri hæðinni. Ekki vandamálin. Það engin vandamál. Það bara leysa það.